Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 20. nóvember er 23. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og síðasti sunnudagur kirkjuársins. Þema dagsins er eilífðar sunnudagur, borgin eilífa. Í lexíunni skrifar Jesaja ætlun Guðs að skapa helga borg á himnum. Í pistlinum sem úr Rómverjabréfinu skrifa Páll að við bíðum þeirra stöðu Guðs barna sem í vændum með endurlausn líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin og í Guðspjallinu lýsir Jesús endurkomu sinni til jarðar. Textarnir bera skýran boðskap hvað bíður hinna trúföstu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. En heyrum heilagt Guðspjall sem úr Matteus í 25. kafla og það er Jesús sem talar. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri: Komið þið sem faðir minn á og blessar og takið við ríkinu sem ykkur var ætlað frá grundvöllum heims. Því hungraður var ég og þið gáfu mér að eta, þyrstur var ég og þið gáfu mér að drekka, gestur var ég og þið hýstu mig, nakinn og þið klæddu mig, sjúkur og þið vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þið komu til mín. Þá munu hinir réttlátu segja: Drottinn, hvenær sáum við þið hungraðan og gáfum þér að eta, eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim: Sannlega segi ykkur, allt sem þið gerðuð einum mínum minnsta bræðra, það hefur þið gert mér. Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: Farið frá mér bölvaðir, í þann eilífa eld sem búinn er djöflunum og árum hans. Því hungraður var ég en þið gáfu mér ekki að eta, þyrstur var ég og þið gáfu mér ekki að drekka, gestur var ég en þið hýstu mig ekki, nakinn en þið klæddu mig ekki, og ég var sjúkur og í fangelsi og ekki vitjuðu þið mín. Þá munu þeir svara: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakinn, sjúkan eða í fangelsi, og hjálpuðum þér ekki? Og hann mun þá svara þeim: Sannlega segi ykkur, allt sem þið gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafið þið ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar, en hinir réttlátu til eilífs lífs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þemað í dag er eilífðar sunnudagur, borgin eilífa. Frá þrenningarhátíð hafa textar allra sunnudagana leynt og ljóst minnt á að Jesús dó fyrir okkur öll og að öll munum við að lokum safnast saman frammi fyrir honum. Frásögn Jesú er í framtíð. Þegar mannssonurinn kemur og þá mun konungurinn skipta þeim í 2 hópa. Þá sem að buðu Jesú velkominn og þá sem höfnuðu honum. Hvert og eitt okkar er týndi sauðurinn sem hirðirinn Jesús fór að leita að. Hann kom til að leita að hinu týnda og frelsa það. Við lifum í samfélagi syndara en jafnframt í fyrirheiti Guðs að fyrir náð verðum við hólpin fyrir trú. Allir textarnir sem og dæmisögur Jesú kalla okkur til Guðs ríkis, þar sem okkur er boðið að sitja við borð Drottins í dýrðarklæðum himins.
Fagnaðarerindið, góðu fréttirnar eru að það eru allir velkomnir. En hluti af sögunni gæti valdið misskilningi. Það er parturinn þegar Jesús segir að hann hafi verið hungraður, þyrstur, nakinn, sjúkur og svo framvegis. Og sauðirnir, það er hinir réttlátu sem fæddu hann, klæddu, heimsóttu og hjúkruðu, gengu inn í ríki Guðs, en ekki hafrarnir sem höfðu ekki gert neitt af þessu. Þarna væri hægt að misskilja að menn frelsuðust fyrir góðu verk, en svo er ekki. Biblían segir okkur að við verðum réttlætt fyrir náð en ekki fyrir verk. Þarna er Jesús að kenna að trúin leiði til góðra verka. Hún hefur áhrif á okkur, veldur sinnaskiptum og kristinn maður réttir náunga sínum hjálparhönd og sú hjálp endurspeglar tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og náunga sinn. En það verður fyrir trúna sem sumir verða flokkaðir sem sauðir og þeir verða réttlættir af þeim sökum en ekki fyrir góðu verkin. Enginn getur hjálpað öllum alltaf, en við getum lagt okkar lóð á vogarskálarnar, en munum af náð erum við hólpin fyrir trú en ekki fyrir verk. Því er mikilvægast af öllu að varðveita og rækta trúna í hjartanu. Síðasta sunnudag var sagan meyjarnar 10 og hvernig 5 þeirra sofnuðu á verðinum. Vakið, sagði Jesús, því að enginn veit daginn eða stundina. Hann kemur þegar við ætlum eigi. Og í dag er þemað borgin eilífa, þar sem eilífur dagur mun ríkja. Í lexíunni segir Jesaja, sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra verður ekki framar minnst og það man engum í hug koma. Margir horfa til borgarinnar Jerúsalem í Ísrael og telja hana vera helga borg. Vissulega gekk Jesús þar og þar var hann krossfestur, en við eigum að horfa til himins. Það er ætlun Guðs að skapa nýja borg, nýja Jerúsalem. Og Jóhannes lýsir komu hennar í opinberunarbókinni þegar hann skrifar, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Opinberunarbókin lýsir fegurð borgarinnar, stærð og skipulagi, hvar lífsins tré verður staðsett, hásæti Guðs og sonar hans, en þar verður ekkert musteri, því að Jesús verður sjálfur musterið. En heyrum lýsingu Jóhannesar. Borgin sem hann sá hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem í jaspissteinn kristar skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning jöfn á lengd og breidd. Hann mældi borgina með kvarðanum og hún var 12.000 skeið. Eitt skeið, segir Biblían að séu 192 metrar, þannig að 12.000 skeið eru 2.300 kílómetrar. Lengd hennar, breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarðamanns sem að engillinn notaði var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skíra gulli sem skært gler væri. Undirstöðusteinar borgamúrsins voru skreyttir alls kyns gimsteinum.
Fyrsti undirstöðusteinninn var jaspis, annar safír og alls eru 12 tegundir af mismunandi geimsteinum taldir upp. Hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni, það er borginni, sagði Jóhannes, því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Borgin þarf hvorki sólar né tungls við til að lýsa sér, því að dýrð Guðs skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga, því þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsem þjóðanna mun flytjast þangað, ekkert óhreint, enginn sem fremur viðurstyggð eða fer með lygi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins. Já, ekkert á jörðu kemst nærri þessari lýsingu sem okkur er gefin af borginni helgu, hinni nýju Jerúsalem. Enda segir Páll í pistlinum, ég lít svo á að þjáningar þessa tíma sé ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Sköpun Guðs, það er öll jörðin, verður leyst úr ánauðsynni og þeir sem trúa á Jesú fá frelsi í dýrð hans. Já, Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þessi vers er ekki tvítekning á því sama. Það fyrra segir, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, í merkingunni að þeir sem deyja í trú munu verða reistir upp. Síðari hlutinn segir, hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Það vers segir okkur að þeir sem verða enn á lífi þegar drottinn kemur munu aldrei að eilífu deyja. Guðspjallið í dag byrjaði á þessum orðum. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar hans með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Trúin á hann gefur okkur eilíft líf. Við verðum að hafa næga olíu á lampanum okkar eins og meyjarnar 5 sem gengu inn í ríki Guðs. Við verðum að næra trúna í hjartanu því að við vitum ekki daginn eða stundina þegar drottinn kemur. Ríki Guðs verður samfélag kristinna manna. Það verður ekki samfélag margra trúarbragða. Þess vegna skiptir val okkar máli. Hinn kristna von og trú er að við, systkini Jesú og börn Guðs, höfum eignast erfðarhlut í ríki hans. Í ríki Guðs verður bara ein borg, Jerúsalem, borgin helga. Í þessari borg sem er fegurri en allt sem við getum ímyndað okkur, mun engan skorta neitt. Þar mun ríkja gleði og friður Guðs alla eilífð. Og með þessa sýn á eilífalífið og með trúna í hjartanu höfum við ekkert að óttast. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.